Jæja, ágætu fundafólk, velkomin á þennan 15. fund játgerðar á Teams. Ég ætla nú að byrja, ég veist að ég sé Sigurð Kristmundsson mættan, aðeins að spyrja út í kannski viðhald og lagfæringu á grunnskólanum. Það á lokametrunum skilst mér. Þú ert aðeins inn í þessu málum sem formaður innviðanefndar. Nei, þú kemur alveg á tóma kofanum hér, Guðbjörg. Ég veit akkúrat ekki neitt um grunnskólann, því miður. Okay. En kannski að Siggi eitthvað annar, Siggi nafni minn, ef hann kemur inn á fundinn, þá getur hann vafalaust sagt okkur eitthvað. Já, ég heyrði nefnilega í Sigga Karls í síðustu viku og hann sagði að lagfæring á grunnskólanum á Ásabraut væri á lokametrunum og þetta náttúrulega bara mestmegnis viðhald og sem var búið að bjóða út og byrjað á og síðan það hópskóli, nýja álman. Það ekki eins kostnaðarsamt að lagfæra þá álma eins og haldið var í fyrstu, þannig að það eru góða fréttir fyrir okkur líka. Þannig að þetta bara allt saman í góðum gangi og góðum gír á áætlun. Nú við í stjórn játgerðar áttum fund í síðustu viku með Grindavíkurnefndinni. Mjög góðan fund að við teljum allar og ég held að Grindavíkurnefndin sé sammála því við það var bara farið yfir sviðið hvernig við sæjum fyrir okkur framhaldið og bara hreinskiptar og tölu bara íslenska og það bara mjög góður fundur, þarfur fundur og það sem að við náðum að koma skilaboðum okkar fólks vel á framfæri, það að segja Grindvíkinga. Ertu ekki sammála því, Skarphéðinn? Það hafi verið góður fundur. Jó, mjög góð fundur og við erum búin að eiga býsna marga fundi og erum með fundi núna í þessari viku. Þannig að við erum að reyna að kynna okkur sjónarmið sem flestra og sem flest sjónarmið og þannig að en fundurinn með stjórn játgerðar var mjög góður í síðustu viku. Flott að heyra, þá erum við á sömu blaðsíðu, það er góð spiti. Hjálmar, við töluðum svolítið á síðasta fundi, Pétur kom inn á stóran íbúafund sem að væri verið að skipuleggja. Eru einhverjar fréttir af honum að hálfu bæjarins? Ég veit ekki hvort þið heyrið í mér ég nú í bíl, ekki að keyra. En nei, það ekkert að frétta í því, við erum bara að stilla saman strengi, það var spurningum að jafnvel á fimmtudaginn, það ekki alveg komið á hreint. En það svo sem alveg efni í slíkan fund, það ekki búið að taka ákvörðun það en þið vitið að það bæjarstjórnarfundur á morgun. Og það kannski liggur aðeins fyrir, við erum að loka fjárhagsáætlunum. Þannig að við tökum einhver ákvörðun á morgun, það verður þá auglýst bara með skömmu fyrir bara ef að verður. En það bara staðan eins og hún núna. Okay. Þannig að það ekki alveg búið að slá hann út af borðinu þrátt fyrir að þetta sé í sömu viku. Nei, það ekki alveg búið að því og við erum bara að skoða þetta vegna þess að við þurfum náttúrulega að gefa eitthvað út frá okkur, bæði varðandi fjárhagsáætlunina og fleira. Þetta spurning tímasetningu og eins og þið vitið að þá náttúrulega 900 manna þorrablót á laugardaginn. Við vorum að reyna að koma þessu fyrir þarna á fimmtudeginum, fyrir valsleikinn. En það ekki alveg búið að slá í það, en þetta eru áætlanir og við vitum það eiginlega ekki fyrir á morgun. Ok, flott. Hjálli, Sólveig, gjör svo vel. Já, ég var bara að spá finnst mönnum 2 dagar ekki vera svolítið stuttur fyrirvari til þess að láta fólk vita af svona mikilvægum fundi.
Já, það getur verið að það sé stuttu fyrirvara, en við einhvern veginn treystum okkur til þess að koma því út hratt, það fer á heimasíðuna og svo gengur það nú hratt á milli manna. Við vitum svo sem ekkert hversu margir munu mæta á slíkan fund, en þess vegna vorum við að reyna að gera þetta í slætói með þessum kappleik sem verður á 50-daginn. En það er náttúrulega að við þurfum að hafa dagskrán á hreinu og svona, því er ekkert að kalla til fund nema ákveðni þættir liggi fyrir, þannig að fundurinn svona geti borið einhverja upplýsingar framtíðina og fleira. Það er nú það sem við vorum að hugsa, Sólveig. Já. Nei, já, ég verð ekki spá í sko með að fólk myndi ekki vita á honum, það bara gefa fólki aðeins meiri tíma til þess að svona skipuleggja sig bara. En ok, þannig við fáum að vita þetta á morgun, þá líklega. Pétur, Sólveig, já, Pétur, hann getur líka svarað fyrir sem við höfum nú verið að vinna þessu á sem fleirum. Takk. Pétur, gjörðu svo vel. Ljúft og skilt að koma inn svona sem aðalhvatamar að þessu fundi. Ég er með einhverja 7 aðila sem eru svona hálf undirbúnir undir það. Þetta er bara kannski mín reynsla af krísustjórnun sem maður hefur bæði komið sér í sjálfur á öðrum að það er betra að segja sama hlutin oft heldur en að segja ekki neitt sko. Og fólk hefur búist við einhverjum upplýsingum í janúar og við höfum verið svona í óbeinu sambandi við og undirbúið menn að vera með 50 tímandi erindi, segja bara frá því sem er að gerast og það er þetta bæinn og Þórköllu og Járngerði og Almannavarnir Grindavíkur, það er búið að boða hana saman núna nýlega, Ungmennafélagið saman í sókn, þetta er svona 50 tímandi erindi og ég segi Örnir Viðar náðan, ég spjallaði þetta við hann af því að ég hef nefnt hann að hann var alveg klár í þetta en þeir eru ekkert frekar en aðrir komnu með neitt í hendurnar og tekur lengri tíma að ganga frá öllu en sko þetta byggjum það fyrst og fremst á því hvað bæri gerir, þessi fundi verður aldrei haldinn nema í nafni bæjarins og mér finnst kannski ef að koma jákvæðar fréttir úr fjárhagsáætlun og annað slíkt á fundi á morgun og þá er bara ýmislegt að segja frá hvort sem verði með mjög stífan umræðu fundið ekki sem að þannig að ég er enn á þeirri skoðun að ef að Grindavíkurbær sér þetta þá getum við náð ágætis efni til að segja frá og upplýsa fólk. Svo kemur þorrablót og svo kemur bara liður mánuður 1,5 þangað til að skýrsla Grindavíkurbær kemur og þangað til að Þórkatla er tilbúið með sín mál og allt þetta sko. Þannig að mér finnst langt að bíða eftir því. Þannig að þess vegna held ég að ef að bærinn sér ástæðu til að halda fundinn að þá held ég við náum að safna saman í nokkuð góða fyrirlesara og lofa því að með fundastjórn að þeir geta ekkert svarað öllu spurningum ennþá. Takk fyrir Pétur, ég ætla að taka undir þín orða af því að okkur finnst hjá Járngerði vera ákall íbúa að bæjarstjórn svona komi fram og sýni svona á þau spil sem að þeir geta sýnt á. Og við vitum það náttúrulega það er skammt eftir að þeirra skipunartíma en það er samt sem áður búið að vera ákveða ýmsa hluti og pæla í ýmsum hlutum og vinna að ýmsum hlutum og það er voða gott að taka þetta samtal við bæjarbúa og bara nauðsynlegt. Og ég er sammála Pétri að frekar fyrr en seinna. Það bara skiptir svolítið miklu máli að eins og hefur gerst hérna á þessum fundum hjá okkur, við kannski byrjum með 2-3 mál og svo er bara hálftíminn liðinn. Það hefur bara sýnt sig og þetta er 15. fundurinn. Og fólki finnst þetta skipta máli. Ég finn það alveg á Grindvíkingum sem hafa haft samband við okkur í Járngerði allavega. En svo langaði mig til að koma svona nokkrum upplýsingum að framfæri. Bakarið hjá okkur í Grindavík er opið. Alla morgna, sem sagt mánudags, miðvikudags og föstudagsmorgna frá klukkan 7 til 1. Endilega hvet ég alla til þess að kíkja þar við. Þetta er frábært bakari hjá okkur. Og síðan er tannlæknirinn kominn heim í hús og hann er farinn að starfa hérna 2-3 daga í viku. Og það eru 2 hárgreiðslukonur að störfum. Það er auglýsa sig nú sjálfar á Facebook og alltaf hægt að hafa samband við þær.
Og síðan það náttúrulega mál málana á laugardagskvöldið. Það náttúrulega þorrablótið og svo körfubolti í vikunni líka, þannig að það nóg að vera hjá okkur í þessari viku. Gríðarlega fjölmennt þorrablót framundan og mikil stemming í kringum það. Ég sé að hún nú ekki komin, hún Klara, en þið vitið þetta nú öll hérna sem eru á fundinum, eða flest allavega. Þannig að það margt framundan hjá okkur. Mig langar kannski Hjalli til þess að spyrja þig hérna fjárhagsáætlun á morgun samþykkt, en við vorum eða þið voruð að ráða nýjan, kannski ekki starfsmann heldur í verktöku. Hann heitir hvað? Já, við vorum að ráða almannatengil, Hjalla Sigurðsson, og hann byrjaði síðustu viku. Það akkurat þetta sem við erum að reyna að stilla saman, það með fundin, tímasetninguna á honum, loka fjárhagsáætlun. Við erum að raða þessu þannig saman að við verði sómi af. Þannig að það smá flækjustig í þessu, en eins og staðan núna þá ég ekki tilbúin til að segja þessi fundu verði ekki. Við þurfum að stilla örlítið af og Fjallar hann hefur hafið störf hjá okkur og að setja sig inn í málin. Þannig að við erum að vinna þetta eins með honum, sem að skipti náttúrulega bara máli að við séum samstiga í því sem við erum að fara með fram og hvernig við setjum það fram. Það staðan. Og hans hlutverk á að vera svona tengiliður á milli bæjarapparatsins og fjölmiðla og svona taka púlsinn á samfélaginu. Já, það svona hans hlutverk að fara yfir eins líka það sem að við setjum frá okkur, með hvaða hætti við gerum það, svo að það sé sem best úr garði fært, að sé betra að setja hlutina fram svona en hinsegin, þegar við fáum heilmiklar umræður. Við áttum fund með honum í síðustu viku upp á 1,5 tíma og það var mjög áhugavert það var áhugaverð vinna sem fór með bæjaráði ásamt Fjallari og bara held ég mjög jákvætt fyrir okkur að hafa fengið hann til liðs við okkur og svona hvernig við munum undirbúa framhaldið og þetta náttúrulega bara frá okkur. Grindavíkurnefndin hefur sín hlutverk og allt svoleiðis. Þetta bara sem snýr að þessari bæjarstjórn og hann ráðinn út þetta kjörtímabil fyrir öll þessi mál. Þannig að hann svona í forsvari fyrir bæinn núna á komandi mánuðum. Hann ekki endilega kannski forsvari. Það ekki verið að fara kannski að taka viðtal við hann eða spurja hann út í hluti. Hann bara okkur innan handar við að koma efni frá okkur og hvert við stýrum því. Að reyna að stýra svolítið umræðunni. Nú eins og þið þekkið að þá hefur nú umræðan Grindavík stundum verið að okkur hefur blöskrað. Þannig að við erum svona að reyna að koma okkar sjónarmiðum að og hvernig við gerum það með sem bestum hætti. Og ég held að þetta hafi bara verið ákvæmlega mikið heill að skrefa ráða þennan mann til þess að svona fara yfir þessa hluti. Já, takk fyrir þetta Hjálmar. Pétur, gjör svo vel. Já, bara bætinn, ég átti að spjalla líkið við fyrir helgina og bara list vel að sína á þetta. Þetta heldur fyrst og fremst almannatenglar í að passa það að hvernig við setjum mál frá okkur sko. Það eitt að raddir okkar hafa kannski ekki heyrst á okkur finnst mjög víða það sem í lagi. Það setjum máli hvernig það sett fram sko. Og ég veit allir sem ég hef talað, ég glemdi að þakka fram áðan í spjalli við Örn Viðar að ég ekki búin að lofa upp í erminn á þeim sko. Þeir funda það morgun hvort þeir verði á þessu fundi eða ef verið haldin. Og ég veit allir sem hér og allir sem koma að þessu vilja vanda það sem þeir segja og þessi ráðning kannski það að ráðleggja mönnum það hvernig við komum þau skilaboðum fram til sem að honum eins og morgun fannst tímarammin skammur. En
en mér finnst það alltaf langt að bíða, en það mín skoðun og ég held að ef að alveg hægt að halda mér nothæfan fund með 2 daga fyrirvara, hann aldrei auglýst fyrir annað kvöld, sko, sem að með 2 daga fyrirvara á nútíma að þá, og þá sé svona slegið svolítið í, með annars vegar með leikinn og Þorvaldsbóti, að þá held ég að ég að ná athygli þennan fund, það bara frá svo mörgu að segja þó að sé ótrúlega mikið eftir óunnið. Það svona, við þurftum aðeins að tóast á þetta og allavega, en þetta skiptir verulegu máli hvernig við segjum hlutina sem að þegar að rödd okkar heyrist. Ég held að sé það svo ráðlegging sem fyrst og fremst gott að fá. Takk Pétur fyrir þetta. Örn Viðar, einhverjar svona nýjar vendingar hjá ykkur í Þórkötlu? Nei, kannski bara upplagt aðeins að taka þráðinn það sem Pétur var að nefna, það sem að ég nú svo sem bara mjög jákvæður á fund og fínt ef bæjarstjórn og einhverjir hafa frá einhverju að segja þá, það er þetta bara jákvætt og gott. Það sem að snýr að okkur og ég var að nefna við Pétur að við höfum í sjálfu sér ekki tök á að taka neina efnislega umræðu ennþá og þannig að fyrir okkur að koma á fund og segja frá því að við séum að vinna að hlutunum sjálfsagt mál en við getum því miður ekki farið mikið dýpra í málin, það bara staðan þannig og það mun ekki skýrast fyrir svona næstu 2-3 vikum hvernig við náum að vinna út úr þessu máli og hvaða leið við náum að fara. Þannig að það nú svona staðan. Öðru leyti svo sem bara við erum að vinna í hlutunum áfram og það eru áskoranir í þessu. Við erum ekki alveg búin að sjá hvernig við náum að koma í framkvæmd sem að við hefðum helst vilja gera, þannig að þetta nú svona staðan bara. Akkúrat fyrir þetta. Það kannski aðalega við bæti við þetta, þá eru svona hugsanagangur íbúa þannig að þá vantar kannski örlítið meiri fyrirsjáanleika á tímalengd gistisamningana og hollvinasamningana og að það verði ekkit hróflað við neinu á meðan ekki búið að ákveða eitt eða neitt eða fastsetja eitt eða neitt. Þannig að það verði ekki fólk verði ekki allt í einu bara, nú verði að tæma og allt slíkt, að fólk verði fullvissað það. Já, ég nú nefnt áður að það standi nú ekki til annað, við erum einmitt að fara að fjalla þetta á stjórnarfundi á morgun. Þú vandi sagt betur frá því í kjölfarið. Takk Örn fyrir þetta. Sigurður, hafnarstjóri, einhverja fréttir af höfninni og það alltaf blíða hjá okkur. Janúar að verða búinn og það bara alltaf sól og blíða. Já, og vera svona þokkalegt sko og landan bara ekki í samræmi við væntingar sko. Þannig að það bara ágætis gangur, myndi ég segja. Kannski hreinsa aðeins upp því að svolítið síðan ég hef verið á þessum fundum. Já. Ég hef alltaf verið í samskipti við NTÍ út af tjónum og hafnarmannvirkjum og það verðist nálgast einhver niðurstaða mannins þú búin að fá greitt fyrir tjón á mannvirkjum og ég stendur það upp á okkur að fara í einhverjar pælingar með mótvæðisakkerið og ég held að við verðum ekki á góðan tíma til þess. Við verðum ekki að staða með einhverjar framkvæmdir þegar en að vel athuguðu máli og þetta gert í samvinnu við Vegagerðina, við verkfræðinga þeirra og já, ég held að það gæti alveg liðið einhver tími þar til eitthvað fyrir að sjást í einhverjum viðgerðum eða einhverju framkvæmdum sem að skipta einhverju máli. Nema kannski Kvíabryggjan sem að löndunarkraninn á. Hún eiginlega getur ekki beðið mikið lengur. Já, það þarf að styrkja hann og hækka hann að væntanlega. Já, ég raun og veru þyrfti bara að rífa hana sko og byggja eitthvað nýtt. Já, við eigum hönnunargögn því að við höfum verið að velta því lengi fyrir okkur hvernig svo bryggja geti nýst enn betur og við eigum
einhverja pælingar þar og sem við þyrftum þá að leggja fyrir fólk svona til þess að skoða og pæla og hvort að það getur mögulega gengið upp. Það er pælingar. Þannig að, já, það er bara ágætis held ég gangur hér. Svo kannski var eitthvað búið að fara yfir á talninguna með fjölda starfsmanna og annað slíkt og voru búin að taka það fyrir eitthvað. Nei. Nei, sem við gerum talningu á 7. janúar og þá var spurningin hversu margir mætti í vinnu þann dag hjá fyrirtækjum í Grindavík og niðurstaðan er svo að það er bara lítil breyting á, það var það var bara örlítið fækkun milli talninga sem var gerð í október minnum í síðast. En sem bættu við annar spurningu sem hljóðaði upp á hversu mörg stöðugildi fyrirtækin væri með og þá náttúrulega koma sjómennirnir þarna inn til viðbótar og síðan allir þeir sem í vöktum og annað. Þannig að það voru 1400 mann sem í vinnu hjá grímsku fyrirtækjum sem er bara býsna mikið, myndi ég segja. 1400 stöðugildi, já. Já. Það er gott, það er mjög gott. En segðu mér hérna Siggi, er einhverja tímasetningar komnar á niður í 3 húsunum sem á að byrja á? Það held ég bara að styttast í það. Það er verið að vinna í þessum öðruútboðum og ég held þessi bara ekki langt í að það er bara boðið út. Já. Þannig að það er svona dett í einhvern gír. Já. Flottir. Einhver sem að vil bæta einhverju við? Pétur, gjörðu svo vel. Bara spurning á hafnarstjóran, ég sé það langt til búið með þetta dælumannvirki og hvenær maður búast við að það verið búið að malbika og við fáum þessi bílastæði. Við erum eiginlega að vera fyrir ístöðinni sem að ég sé að styttist í að fara í gang. Við erum enda hálfgeð vandræðum bílastæðin. Hvenær, einhver tíma? Já, ég bara heyrði í Sigga Karls í morgun og hann reiknaði með að verði malbika í þessari viku. Ég hefði viljað fá að den það veðrið svo gott en mér skilst það að verði í þessari viku. Okay. Þá skipuleggjum við bílastæðin og getum létt aðeins á bílunum í kringum ístöðina. Já, ég held að þetta svæði verður alltaf viðkvæmt fyrir flóðum, þannig að þessi bílastæði hendir vel bíli sem yfir daginn en ekki til lengri tíma. Já, við munum vinna að því. Takk. Dagmar, einhverjar fréttir svona af ykkur í gistiheimilinu Borg? Hæ. Ég er að koma frá Akureyri. Ég er bara á ferðinni, en ég er ekki að keyra. En já, núna er þetta allt á góðri leið. Við erum bara að bíða eftir að það sé farið í grenndarkynningu með kaffahúsið og þá getum við bara að fara að opna. Frábæra fréttir. Það fara allan að fullt í það, þá þarf bara að fá heilbrigðiseftirlit og annað og við erum allan að mjög jákvæð. Og hlökkum rosalega til. Geta boðið ykkur öllum í kaffi. Það verður ekki leiðilegt að kíkja við og fá sér kaffisopa. Nei, aldrei. Við erum meira þess að búin að kaupa kaffivélina. Já, þannig að það er bara beðið eftir. Þetta er bara allt að gerast. Opnun, já. Frábært að heyra. Já. Bara til hamingju með það. Takk fyrir. Eitthvað fleira sem að einhver vill koma á framfæri? Á mig eitthvað nýtt hjá ykkur í Bláa lóninu? Það er bara sama. Það er bara sama? Framkvæmdir og þokkalegt að gera og einhverja framkvæmdir í gangi og Já. Það er bara svipuð staða sko. Allt á fullu? Já. Svona eins og hægt er, eða við ástíma og fjölda ferðamanna? Já, flott. Já, flott er. Og Guðmundur, eitthvað hráefni er að koma til ykkar núna, er það ekki? Aðeins að byggast upp, jú. Eða ekki myndur, ekki allt að gerast í veiðunum núna? Allt að gerast.
Loðnan að fara fullt og allt að gerast. Loðnan að fara fullt og þorskurinn að koma inn á grunnið og heldur betur. Þannig að við erum bara, við kvörtum ekki, það þýðir ekki neitt, skilur. Nei, það er bara fram á við, það er bara þannig. Já, bara vesla í bakaríinu og reyna að styðja við þá sem að er að hafa opið. Það gleymir því bara þegar það er opið 3 sinnum í viku fyrir hádegi. Ég veit það. Það er svolítið vandamál. Það væri svolítið ef það væri hægt að keyra bara út til maður. Þyrfti að vera eitthvað sem að panta bara. Það kemur bara 3 sinnum í viku þegar það er opið. Og maður bara með fyrirfram pantaðan pakka, sko. Þú ert alltaf að panta hjá hennu 2 daga, sko. Þá tekur allt nýtt og svo ertu með næsta dag eftir með frá því í gær og svo aftur nýtt. Já, ég veit það. Þetta var einhvern veginn, veist, þetta er eins og annað í lífinu. Það er að vera í rútínu. Já, ef það er alltaf nýtt. Gamli matur er búið. Ég heyrði, ég ætla að segja ykkur eitt. Ég heyrði að því núna, og ég veit ekki hvort að ég má kjafta frá þessu, það var einhver sem ég hitti, hann er að skoða að flytja inn verslun frá Kína sem er sjálfsafgreiðsluverslun, þannig að þú getur verið með 200 item í búðinni og þú gengur inn og þú kemst ekki út nema þú ert búin að borga, sem er svona mannlaus verslun sem það bara að fylla á, sem kannski eitthvað sem hægt að vera fyrir okkur að skoða svona til að þjónusta mjólk og osta og eitthvað svoleiðis kannski. Er einhverju fréttir á matvöruverslun? Sko, það er ekki staðfest en hérna í verslunarmiðstöðinni okkar á Víkurbraut 62 hafnar einhverjar framkvæmdir hérna þar sem að áfengisverslunin var og sagan í bænum segir að það eigi að opna einhver svona vísir af dagvöruverslun og vonandi er það rétt. Þannig að það væri frábæra fréttir fyrir okkur Grindvíkinga að geta komið við í búðinni. Það er allt fullt af duldum leyndamálum og óstöðum orðum. Þess er gott að taka eitt fund og segja svona safnaði saman og svo er annar lok massa sem að þau eru raungerð. Já, akkurat. Allt í lagi að setja svona eitthvað á flug. Ég var allavega ekkert beðin fyrir þetta, þannig að ég er ekki að segja frá neinu leyndamáli. Og Halla, það er nú svona farið að kvikna stundum á morgnana hjá Höllu, hún er svona aðeins að gera start í að baka hér heima. Þannig að þetta er allt að lifna við og jákvæða fréttir. Og þá þarf bara að fara að koma fólkinu heim í húsin. Það er nú bara stærsta verkefni okkar. Er ekki hugur í mörgum? Manni finnst það er svona að breytast aðeins. Jú, það er hugur í mörgum en það er líka svona beigur í mörgum að taka þessa ákvörðun allt of fljótt, er þetta of fljótt, get ég beðið lengur, þannig að það er svona, það eru alls konar flækjustig sem að brjótast í fólki sem að eðlilegt er bara og það er náttúrulega veltur svolítið mikið á skóla og leikskólastarfi, það er grunnurinn fyrir barnafólkið að koma aftur heim. Og bæjarstjórn er nú eitthvað farin að vinna í þeim málum og ég bara fyrir að vonast eftir að fara að koma auglýsing að fara að auglýsa stöðu skólastjórn. Það er svona mín óska að það verði svona næstunni. En Pétur, gjörðu svo vel. Herðu, ég ætla bara að mann til einu þegar að tala um sko bakaríð og allt þetta. En á 9. maí verða á bryggjunni Grindavík stórtónleikar hjá frægum country með dinner og öllu saman. Þannig ég hvet ykkur til að fara, þetta er sko, Axel og þeir á bryggjunni hafa látið lítið fara fyrir sér en munu gegna mjög stóra hlutverki í endurreisninni, í menningunni og kúltúrnum og hafa gaman hérna. Já. Og það er búið að slá í tónleika 9. maí. Hvet ykkur að fara inn á Tix og kann þetta Er þetta inn á Tix? Þetta er ég held sér á Tix og þetta er allavega inn á Facebook hjá þeim og þetta er bara eins og á Hótel Íslandi gamla dag sko, bara matur og tónleikar með frægustu country stelpum í Ameríku sko. Já, spennandi. Selleiki dýrarinn keypti það sko, 9. maí. Spennandi. Það er miðalausir. Spennandi, en þá er bara 1 mínúta eftir, er einhver sem að vill koma einhverju meiru að framfæri? Ef að svo er ekki, þá bara segi ég þakka ykkur fyrir fundin og honum verður streymt á Víkurfréttum.
og ég segi bara góða skemmtun, körfuboltavika og þorrablótsvika, bara góða skemmtun allir Grindvíkingar. Ekki gleyma handboltavikunni. Og handbolta, já, ég gleymi henni, ég er bara föst í Grindavíkur dæminu. Já, það nóg að vera allar þessa viku. Verið sæl og bless, takk fyrir fundin.